Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á leitina að peningunum. Ég heiti Gunnar Dofri Ólafsson og sem fyrr umsjónarmaður þáttarins. Þátturinn unnin í samstarfi umboðsmanns skuldara og félagsmálaráðuneytisins. Leitin að peningunum heldur líka átti vefsíðunni leip.is, það leip.is. Þar eru myndböndum fjármál einstaklinga og ýmislegt fróðlegt sem ég hveti til að kynna þér. Áður en hefðbundin dagskrá hefst ætla ég að segja ykkur frá samtali sem ég átti við konu sem hafði samband í spjallinu á Facebook-síðu þáttarins. Hún hafði hlustað á þáttinn þar sem lögmaðurinn Elva Ósk Víum ræddi þær fjárhagslegu flækjur sem fylgja samböndum og þá sérstaklega samböndum þar sem par ekki hjónabandi. Þið munið að þegar hjónaband algjörlega soðið niður það í grunninn bara samningur tveggja einstaklinga að vera með sameiginlegan fjárhag. Þessi kona setti fjármuni inn í rekstur þáverandi sambýlismann síns. Þau hættu saman og hún stóð eftir með litla sem enga möguleika á að krefja hann þær fjárhæðir sem hún setti inn í rekstur sem var skráður á hann en þau stóðu saman að. Þessi kona enn ósátt en vildi að þessi stutta frásögn kæmi fram öðrum til varnaðar. Munið kæru hlustendur að þegar fjármál þín og maka þíns eru orðin hæfilega flókin og þið eru komin á þann stað að íhuga barneignir eða kaupa saman húsnæði, þá skuluð þið taka umræðina hvernig þið viljið hátta ykkar fjármálum. En þá að efni þáttarins. Gestur þáttarins í dag og þessi þáttar Pavel Bartosek, pislahöfundur, borgarfulltrúi og viðreisnar og frá með deginum sem þessi þáttur kemur út, formaður skipulags- og samgönguráðs Reykjavíkurborgar. En þú ert hér fyrst og fremst komin vegna þess að þú ert stærðfræðingur. Velkomin, Pavel. Takk. Og áður en við köfum í viðfangsefni þáttarins sem eru líkur og líkinda reikningur sem eitthvað sem allir sem eru að horfa á peninga þurfa allavega að hafa grundvallar skilninga á. Langar maður þess að beða þig að segja mér frá sjálfum þér. Hver ert þú og hvaðan kemur? Já, ég heiti Pavel Bartosek og ég fæddur árið 1980 í Pólandi, í borginni Poznań. Og bjó í Pólandi fyrstu 8 ár ævi minnar og þá flutti ég til Íslands með pappa minnum og mömmu og ástæðan þess að við fluttum var það að pappi hafði áhuga á kannski segjum óhefbundum málum, þess að fámennari málum. Hann var búin að læra norsku, hann hafði nefnt að komast inn í finnsku og síðan varð íslenskan svona fyrir valinu á endanum. Þannig að það svona tungumála áhugi hans sem dregur okkur fjölskylduna hingað til lands. Og já, svo bara bý ég hér og fyrir Melaskóla, Hagaskóla og MR og á kannski svona tiltölulega kannski hefðbundin íslenska uppkvæmst hvað það var þar. Áður en ég stíg svona fæti inn í pislaskrif og stjórnmála þáttöku og já, ég kosin á stjórnlagaþing og síðan á þing fyrir nokkrum árum og núna í borgarstjórn. Já. Þannig að þetta svona hluti af sögunni. Mjög stutt að sögu Pavels. En ég held ég hafi stiklað í af ýmsu. En ég sem það gaman að koma í þátt í hlutverki starffræðings. Ég var nú sterkur í starffræði á mínum yngri árum og komst meðal annars í Ólympíuleikum Íslands í starffræði og keppti 3 sinnum fyrir Íslands hönd og svo fór ég í starffræði háskólanum, það afrekaðist atvikaðist þannig. Þú verður á eðlisfræðibraut 1 í MR eða hvað? Ég var á eðlisfræðibraut 1 í MR en það má reyndar, það forvillilegt að sko það hefði ekkert endilega þurft að enda þannig ég yrði starffræðingur. Eftir starffræðinámið í menntaskólanum var mjög stíft og ég var með mjög góðan og öflugan kennara sem heitir Áskell Harðarsson sem dreif okkur alveg áfram en fyrir vikið þá var maður pingu brunnin í rauninni svona eftir bara mjög mikla keislu þannig ég skráði mig í sagnfræði. Þú fyrst bara of mikið af starffræði þarna? Já, einhvern veginn þá fannst mér fannst bara eftir kannski þetta sumar að maður væri bara orðin búin að þetta var bara mjög mikil vinna og svo var maður til viðbótar að taka þátt í rauninni starffræði frístundu sínum. Þannig að ég skráði mig í sögu og það sem réði síðan að starffræðin byrjaði aðeins áður og ég mætti bara í einhver 2-3 partí með krökkurum sem voru þar og svo sá ég þetta lána bara vel við mér og Þú gast ekki flúið örlögin? Ég gat ekki flúið örlögin og sé nú ekki eftir því skemmtilegt nám að hafa lokið fyrir þá sem hafa áhuga við farsefnin. Já, og ég tengi svolítið við þetta því ég er sjálfur ég er lögfræðingur og þegar maður eftir að ég kláraði lagana þá geti ég hugsað mér að lesa bækur. Það er bara, þetta er svo rosalega mikil textavinna og lestur og svoleiðis að það er ekki fyrir en bara mörgum árum síðar og eiginlega aðallega gegnum eyrun sem ég er afturfæran að lesa bækum með hljóðbókum. Þannig það er svona, já, ég þekki það að vera svona offhlaðin af einhverju. Nákvæmlega.
En þú segir að pabbiðin hafi verið tungumálamaður. Þú er ekkert vilja fara inn á þær brautir. Það lá ekki fyrir þér. Sko ég hef alveg áhuga á tungumálum að læra þau, en ekki kannski á svona fræðilegum. Nei, ef maður fer í háskólanám í tungumálum, þá er maður kannski að velta fyrir sér ákveðu svona núum nýsum í tungumálum sem ég hafði ekki alveg áhuga á því. Nei. En ég þegar ég var í Danmörku þá fór ég og tók alla dönskukursana sem Danska ríki bauð upp á og kláraði með þessi stúdíupröfun sem er svona ígildi stúdentsprófs í dönsku sem veitir manni heimild til að veitir mann á sín tíma heimild til þess að stunda allt háskólanám á dönsku að einu fagi undanskildu. Og nú bara velta hrustund fyrir sér hvaða fag er það og kannski þetta það sé kannski danska það er fyrsta sem mér þetta í hug en það voru tannlækningar og þá var hann að láta þetta fyrir og þetta var ekki kannski og eina forgröfum í þessu þá þurfti að taka ennþá erfiðara dönskupróf til að komast inn í tannlækningar það sem þurfti til dæmis að hafa getu til að geta hlustað á ljóð á dönsku og endursagt núansa í stílnum á lítarlausu dönsku og þá kannski gerir maður sér í hugulund að þetta var ekki beint kannski þessi tannlækna kunnátt að krefist þess heldur var svona ákveðin tilraun til að loka náminu fyrir útlendingum en ég held að þeir hafi nú verið bornir baka með þetta en þetta er svona hlýðasaga en já, ég hef alveg gaman á tungumálum og náðu góðum tungu dönskunni og er svona ágættur í þýsku líka og svona alltaf bara pólsku sem ég hef haldið við og er þitt móðumál? Já, ég tala pólsku bara, ég reyndar fyrst að ég segi, maður hefur ekki búið í Pólandi í nokkuð tíma, þannig að ég er svolítið kannski stundum eins og vestur Íslendingur, ég þér að fólk kannski á stöðum það sem það er ekki lengur gert og eitthvað svona, en svona er það nokkuð góður. Já, einmitt. Hvernig var, þú flyttur 8 ára til Íslands, hvernig var uppvöxtu þessi fyrstu 8 ári í Pólandi og svona aðeins til að setja sviðið því það er ekki 100% allir hlustendur þess að þáttar átti sjá því hvað var að gerast í Pólandi á árunum 1980 til 1988 þetta voru miklir umbrota tímar. Já, þetta eru síðustu ár kommunismans og mér finnst eins og uppvöxtur minn hafi verið töluvert pólitískur reyndar eins og heldur bara allra barna í kommunistaríkjum á þessum tíma, þú veist þegar hugtök eins og einkarekstur og kapitalismi og sósíalismi og ríkisrekstur voru bara hugtök sem 7-8 ára börn þekktu svona nokkuð vel sem alltaf fólki finnst það alveg ótrúlegt í samburð en maður alltaf sá svo mikið á eins skinn í rauninni að munur af lífsgæðunum og munur af vöruúrvali annars var í Pólandi og síðan á Vesturlöndum og kannski það sem mér fannst ég finna mest fyrir þegar ég kom síðan til Íslands var að hve útbreidd svona tækni og hve útbreiddar þessar vörur voru ég held að með það áttu mjög margir í kringum mig krakkar Nintendo tölvu svona NES gráu tölvuna að því að það er fullt af flottri tækni var fullt af flottri tækni í Sovétríkjunum eða í Austlandsríkjum og það var fullt af flottri tækni í Bandaríkjunum en maður áttast ekki á því fyrir að fann á einn skinni að munur var sá að þessi tækni var bara inn á hverju heimili það er miklu útbreiddara en tæknin var kannski í einhver herstöðum í Austlandslöndum þannig að maður var mjög fljótur svona einhvern veginn kveikja á munur á þessu en svo reyndar verður þetta að segast að Ísland kannski 88 var heldur ekki endilega einhver verslunar og frjálshyggju paradís mamma mín sagði nú þegar hún flutti fyrst til landsins að því að við fluttum ekki í einu lagi ég fór aftur til Póllands þegar ég var 10 ára og kláraði þar þá í dag 4. bekk að hún hafi vilja flytja aftur því að vörur á Íslandi er svo fátæklegt og það kemur frá fólki sem kemur frá kommunistarríki þá kannski ber það vörurúrvalinu þá á þeim tíma ekki við góða söguna en það er alveg þannig að grænmetisúrvalið á Íslandi á tíma var ekkert upp á marga fiska en það hefur nú allt saman mikið spreyst bæði hér og í Pólandi Var ekkert mál að þessum árum að fara frá Pólandi því það hefur loðað við þessi austanfjallsríki eins og maður sér bara í fjölda bíómyndum til dæmis Austur Þýskaland það var rosalega erfitt að fara vestur var það ekkert issue? Það var miklu erfiðara fyrir Austur þjóðverja að fara til útlanda heldur en Pólverja
það var kannski stafa bara þeim mun að þeir hafðu kannski augljósara land til að flýja til sem var Vestur-Þýskaland sko, hugsanlega bara þeirra gamla heimaland Pólverjar höfðu ekkit sko Vestur-Pólland til að flýja þannig að en auðvitað fluttu mjög margir á brott en það var ég segi ekki að það hafi verið ekkert mál því það var sannarlega alveg mál en það var kannski þessara ástæð fyrir því að fögus og tungumál voru vinsæl í háskólum á sínum tíma því að þau gáði þá einhvern veginn þú þurftir alltaf einhver ástæðu til þess að fara úr landi og það til þess að vera í námi, tungumálanámi og fara til þess lands að læra máli betur var mjög augljós ástæð sem var veitt leyfi fyrir sko. þannig að fólk kannski það hafði svolítið áhrif á hvaða störf fólk valdi sér og störf sem og nám sem svona ekki líkur og kemist til útlanda með einhverju móti voru vinsæl Og eru þau ennþá hérna, foreldrar? Já, þau eru bara hér og búa bara í hlíðunum nálægt mér og en við höfum nú farið oft til Póllands stendur þetta minna núna í þessu ástandi eins og allir en þau hafa átt íbúð í Poznań, gamla heimabænum mínum sem ég stundum heimsótt og ég reyndar skömmu eftir stjórnlagaþingið stjórnlagaráðið þegar því ævintýri lauk þá flutti ég til Póllands með konu minni á þá eina sinnum sem ég átti þá og við vorum þar í einhverja 10 mánuði þannig að það var gaman að koma aðeins aftur Trúi því Já, en maður kannski fann síðan að það var auðveldra að finna verkefni aftur á Íslandi þannig að kona mín gerði nú grína því að við fluttum tilbaka eftir þessu 10 mánuði því að ég aðlaðist svo illa en hún var eins og var í dansi og einhver pólskunámi en þetta voru skemmtileg tíma ég á hlýja menningar til Poznań og það var beint flug tíma með Wizz Air og ég vona að það komist ná á aftur og það er líka svo skemmtilegt að geta átt þessi samtöl sem við Íslendingar sem fara ángað og fyrir mér þetta var beinaflugið til Poznań svolítið eins og sko ef að Eyjagöngin myndi opna bara dag einn fyrir Eyjamenn og síðan loka aftur sem en Já, það væri svolítið þungtak Já, það væri svolítið þungtak Þegar þú ert að alast þarna upp bæði á Póllandi eins og líka síðan á Íslandi voru peningar til umræðu á þínu heimili? Já, þeir voru það alveg eins og ég sagði, þá var alveg svolítið uppvöxturinn í kommunistarríkjunum er oft ansi sko sérstaklega hvað það var þar en vandinn í kommunísku hagkerfi er aldrei skortur á peningum heldur skortur á vörum til að kaupa það áttur reyni allir bara stundum bara að slatta peningum sko. en það var bara ekkert það var miklu erfiðar að koma þeim í eitthvað sérstaklega pólskum peningum það var allt annað mál með sko dollara þá var stengið mjög margt fyrir dollara og en það verið svona svart hagkerfi sko að einhver leiti var síðan líka pólska ríkið að reyna að innheimta eitthvað af gjaldeyrum með að hafa dollarabúðir það sem var hægt að kaupa miklu betri og flottari vörur og það var bara leið til að ná í þennan pening sem borðarnir og erlendir sendu heim ég veit, en ég man til dæmis eftir einu dæmi sko það sem þegar við komum og þetta var og eftir svona skömmu í kringum hrunnið þegar við þegar þú segir hrunið þá var það hrun múrsins ekki íslenska bankar fall kommunisma segir það bara 89 það var þennan tíma kringum 90 sko sem við ég held að sé nú eftir formúlafall en þá fljúum við til þá byggum við ennþá í Sanok sem alveg mjög nálægt úkraínsku landamærunum og við flugum til Kraká ég og pabbi og ferðum við staðan til Sanok og þetta kannski 4-5 tíma bílferð og við fórum hann á leigubíl þess að við stoppum við fórum bara út úr flugvöldinu og svo bara spurðum hvort einhver væri til að taka þessa ferð fyrir dollara og það bauðist eitthvað fólk til þess og það var eitthvað samið eitthvað verð sko og svo keyrir sko svo keyrum við að stað og svona eftir kannski eitthvað 20 mínútur þá fyrir nú bílstjórinn svona að segja sko þetta sé nú kannski frekar ódýrt eftir allt saman og hann væri nú alveg hann þarf líka að keyra tilbaka sko eitthvað svona og byrjar að prútta sko og þá held ég að pabbi hafa einn tíma ég mannaði með þess að heyrðu kveiktu bara manninum ef þetta er svona mikið vandamál og þá var sko hótun að greiða þetta í slottium og hún var svona það sem svona
var svolítið mikið hótun sko, af því að það magnað. kærði sig enginn að fá pólsku peningana. En neini, svo enda þetta nú alltaf saman bara þetta vel, menn keyrðu þessa leið og þetta var löng leiguböðaferð, ég man eftir því. Og maður mitt gerir sér ekki grein fyrir þessum, sko, öllu því sem var að gerast þarna á þessum tíma. Nei. Hvað staðan var sérstök og sástu mun þegar þú bara á þessum tíma þegar þú fórst tilbaka? Mjög fljótt, sko, mjög fljótt. Það var náttúrulega svo og þetta þessi tíma einhver leiti sko, umdeildur, mörgum finnst hann margir talið sig hafa sittið eftir með sárt ennið, en það sem gerðist þarna mjög skömmu eftir að því að verðbólgan var mjög mikil á þessum tíma og ríkisstjórnin tekur inn ákvörðun að leggja á skatt sem var kallaður sko, bjórpenningaskattur af einhverjum ástæðum, að hann reynir fólst þannig að ef einhver ætla að hækka laun umfram sko 2% umfram verðbólgu, þá þurftir inn í fyrirtækið aðilinn að borga 200% skatt ofan á þá launahækkun. Okay. Og ef hann ætla að hækka laun meir en 5% umfram verðbólgu, þá þurfti hann að borga sko 500% í skatt ofan á verðhækkun. Og þetta var gert þess að sporna við verðbólgu og varði allstaðar í nokkra mánuði í 89-90, en var síðan afnumið og var fyrst afnumið í einkageiranum og síðan var afnumið í svona hálfopinbera geirinu og afnumið sko síðast í opinbera geirinu. Og það sem þetta gerði, þetta sko tæmdi í opinbera geiran hæfileikur fólki að einhver leiti, sem var þetta óhefnilegt fyrir opinbera geiran, en að einhver leiti nauðsynlegt vegna þess að í kommunísku hagkerfinu þá þetta vinna mjög margir og mjög margir hæfir aðrar hjá ríkinu. Kannski aðalega opinberi gerin. Já, opinberi gerin alltaf það sem dregur mjög marga til sín. Þannig að og maður fann bara mjög fljótt að það fór að spretta upp sko búðir sem voru þetta sko einhvern veginn, það var meiri lagt í lit og meiri lagt í svona fagfræði og meiri lagt að gera hressar, það var annarkoð maður að reka eitthvað litla matvöruverslun í minningunni, svona beint eftir þetta, svona alltaf fyrst kemur þetta bara markaðurinn og hrísjar út sko, en þú veist, og fókar af alls konar svona tölvuleikja salir fór að spretta upp og hlutir sem einhvern veginn hefðu aldrei verið á orðið ef ekki kæmi fyrir bara hinn frasa markað, þannig að þessar minningar eru nokkuð sterkar og eru bara mjög jákvæðar og það þannig ég tala kapitalisman oft mjög fallega og fer sumt fólk. En það mitt sko þú svona allavega sko mín fyrsta minning af þér, hún fyrir mörgum þú ekki segja minning, en svona maður vissi af þér fyrir tiltölulega mörgum árum þegar þú varst pislahundur á Fréttablaðinu. Já. Hvernig leiddist þú út í það? Sko það var nú þannig að ég byrjaði kannski á einhverju pólitískum skrifum svo 2001, þá hélt upp í ein bloggsíðu bara manni hvort það var MBL sem notabene fyrir 20 árum. Já, það fyrir 20 árum algjörlega. Og ég og svo var fólk sko á vefurinn Deiglan sem bara tók eftir mér og ég fekk boðum að skrifa þar og það kannski svona stærsta lyftistöngin sko sem maður einhvern veginn fékk, að því að netið á þessum tíma, nú þetta tala maður bara eins og gamall gráhöður maður sko, en árið 2000 þá netið svolítið sko þá var einhvern svona hringir sem voru í gangi, þess að fólk settist niður og það tók ákveðin svona hring á vefsíðunum, tók kannski MBL og Vísi og tók síðan Múrin og Deigluna og Frelsi.is og pólitísku vefritinn og síðan einstaka svona merkari bloggara og þetta var þannig sem flestir lásu. Jakobsson hérna. Já, einmitt, og það komast inn í þennan hring var mjög nauðsynlegt. Þannig ef maður var á vefritinu svo Deiglan þá var miklu fljótara að fólk var að pikka upp þess að maður var að lesa og byrja kannski að vitna til þess að í blöðum og svona, mann eftir því, en síðan raunin 2010 sem mér boðið að rauninni skrifa í Fréttablaðið og ég bara tók því og var fyrst aðra hverju viku en hélt í sko svona af strategísku ástæðum þá ég fekk að skrifa annað hvort mann ekki held í föstudögum og byrti alltaf pista á Deiglunni sko hina föstudagana og þá gat ég sagt sko eftir svona eitthvað eitt ár að segja ég tilbúin að fara í vikulega rytman og þið sjáðu ég get það því ég byrti alltaf pistla hina föstudagana á Deiglunni og það var svona mikið sel og svo var það alltaf bara frábært ekki færi að fá að vera á Fréttablaðinu svona lengi og það gaf manni þetta mikið góðan plattform.
áður en við vindum okkur í líkindi þá við áttum dálítið áhugavert svona örspjall hérna áður en að við kveiktum á hljóðnemunum svona umræðu form sko umræðu þætti og hlaðvörp. Mér langar svolítið að við tökum það aftur. Já. Því vorum alltaf að ræða þetta í tengslu við það að við erum hér í podcasti og ég hef alltaf farið þó nokkuð þannig, þetta er greinilega svona vinsælt form og það er alltaf athyglisvert að einhvern veginn eftir alla umræðuna sko, sem maður hefur einhvern veginn setið undanfarn áratugum hvað einhvern veginn heimun sé að vera hraðari og allir vilji bara 30 mínútna MTV myndbönd og allt svoleiðis, þá virðist vera sem sko einhvern veginn eitt vinsælasta formið bara sko fólk að tala saman í langan tíma án þess að vera búin undirbúið neitt mjög mikið og án þess að tímalengdin sé fyrirfram ákveðin og síðan að fólk að hlusta á það bara þannig að það er svolítið interessant og ég hef kannski velt í stundum fyrir mér sko að ef við tökum bara svona hefðbundna uppsetningu á svona þætti eins og Kastljósi, þar sem þú ert með kannski 2 aðila sem eru á öndverðum meiði og síðan spyril í miðjunu sem er eins og sko dómar í boxleik sko, hann er bara að koma í veg fyrir og tilfinningin er eitthvað svona ef hann væri ekki til staðar eða hún þá myndi bara allt fara í bara áflók sko, nánast líkamleg og fólk sko rauninni talar og gefur hinum ekki orðið öðru sinna að það sé tekið af því og orðinu beint hvert er annars en þannig tölum við ekki saman venjulega sko. Við jafnvel það verum ósammála ef við hittum einhvern sko á kaffihúsi hérna einhvers staðar sem er ósammála í pólitík þá er aldrei þannig ég og Gunnar ætlum að rífast getur Bára komið hérna og hjálpa til við að mótreita svo að við vitum hvenær hverju veit á að tala og þið hafið 12 mínútur og þið hafið 12 mínútur það er líka hana, það er mjög sjaldgæft að maður hafi sagt þegar ég fór nú bara ég fór bara einhvers staðar einhverja opnur einhverju sýning og ég reifst við mann í 12 mínútur og það var mjög gefandi fyrir okkur báða það er aldrei þannig en ef einhver segi ég hitt einhvern og við töluðum saman í 2-3 tíma einhver pólitík eða pakkfræði eða sögu sko, þá er það miklu líklegra þannig að það væri kannski skemmtilegt að vita sko hvort að þetta podcastaform sem er núna að vera svona vinsælt sem er svona einhver spyrill og einhver viðmæld að tala saman hvort það myndi kannski einhvern veginn að verða til að það væri vinsælir svona bara svona þættir sem fólk er að takast á en bara mjög lengi og mjög málefnilega án þess að það sé alltaf einhver eitt sem þarf að segja sko hver megi tala næst bara að fólk sjálft hafi það ábyrgð að einhvern veginn að láta samtalið vera fróðlegt fyrir það getur mjög áhugavert og líka svona því fólk kvartar oft yfir því að pólitík sé bara í frösum og einhverju svona soundbites og eitthvað svoleiðis að það myndi gera þá kannski þá kröfu til þeirra sem að stíga fram á þeim vettvangi að raunverulega sko gera grein fyrir því hvað er að segja í löngu og ítarlegu máli fyrir þá sem vilja hlusta það er náttúrulega þannig sem sko veist og framsetning á heimspeki hefur oft verið þannig, ég meina gömlu kannski grísku heimspekirítin eru alltaf í formi samtals, þannig að ég á sem maður einhvern veginn alltaf taka það punkt mjög langt, þá held ég að það gæti verið svolítið skemmtilegt, því að samtali er líka röksemdafærsla sem fólk á auðvelt með að skilja mjög vel, það kemur og eins og segi, platónskurítin eru skrifuð með þeim hætti, það er einhver sem heldur einhver fram og svo er einhver að reyna að bora ofan í það og við vitum þetta bara einn aðil sem skrifar báðar persónunar en hann er bara, þetta er bara góð leið til að presentera ágreining eða málflutning spurning hvort að fólk væri tilbúið að berskjalda sig fyrir svona mikilli sko borun það væri spurning og líka menn alltaf ekki vanir þessu en ég finnst að séð einhverjum svona tilhauðum til þess en sjáum hvort einhver gríp það eru kostningar í haust, það er aldrei að vita nema einhver grípi þetta Heyrðu, líkur og líkindareikningur við, þótt ótrúlega með verið að þessu samtali þá er þetta hlaðvarp sem heitir tilengað peningum og helgað peningum og fjármálum og svona peningum frá mannlegu hliðinni bæði sko tilfinningum sem að umlíkja peninga þegar sko fólk er annars vegar en ekki peninga á sviði ríkisfjármála og stórfyrirtækja það sem að umræðan peninga hefur alltaf verið gegnum tíðina við erum svona að reyna að ná þessu niður á mannlega leveli og ég lefi mér að vona við okkur sé svolítið að takast þetta það er allavega ég þykist verða var við svona smá vakningu bara mikilvægi þess að vera svolítið góður í fjármálum til að komast í gegnum lífið þetta er leikur sem við erum að spila allt lífið og það er eiginlega ekki hægt að taka ekki þátt í honum hvort sem maður vill það ekki
þá komum við inn á og hluti af þessu eru sko hvað maður að gera við peningarnir sína. Fólk að fjárfesta og fólk reynir að ráðstafa þeim með sem bestum hætti og þá rekst maður svolítið á sko líkur og líkindi og allt sem því við kemur og ástæðan fyrir því að við flautuðum þig hérna inn á eru pælingar svona sko líkindareikninga fyrir til dæmis happdrætti og svoleiðis. Og maður svona, það er og rætta aðeins þessi frasi sko að happdrætti í rauninni bara skattur og þá sem eru ekki góður í starffræði eða tölfræði. Ef þeir væru það, afsakið, vissu þau að það er miklu betri ávöxtun á peninga að bara fjárfesta þeim í hlutabréfasjóðum með eitthvað svoleiðis. En einhvað síður þá eru svona happdrætti bara tiltölulega vinsæl og útbreidd og bara þetta er eitthvað sem hefur fylgt okkur mjög lengi. Nákvæmlega sko. Svona skemmtilegt að byrja á þessu, ég man að sko, þetta er enda frasi að lottó er skattur fólk sem kann ekki starffræði og þegar ég var í námi í Danmörku þá var ég einhver svona félagsaðstöð fyrir starffræði nema þarna í Danmörku og menn voru eitthvað að tala um lottó og ég kom með þessu frasa og þá mætti mér bara svona veggur af andstöðu og bara reiði og fólk sagði þetta væri bara klísja og fordómafullt og bara ég ætti ekki að tala svona og svo tókum við fram að auðvitað sko áttu þessi allir á því og bara áður en við förum með þetta eitthvað lengra þá er það þannig að sko þú græðir ekki peninga að spila lottónu það er mjög litlar líkur svo við tökum bara svona too long didn't read útgáfu af því bara svo það sé sko bara frá en það eru hins vegar ekki þannig að sé ekki skemmtilega staðfærlega viðfangsefni í lottóinu af því að þau eru svo sannarlega til staðar, þannig að ef maður sko tekur í burtu þann part að nei, þetta er ekki góð leið til að ávaxta peningum, þá er samt mjög skemmtilegar pælingar sem hættir að fara út í, til dæmis ok, segjum að við erum samlega að það sé ekki góð leið til að ávaxta peningum, en ef einhver myndi afhenda þér, segjum 50.000 krónur og segja, herðu þú mátt eiga þessu, en þú mátt bara eiga þessu í lottó næstu 12 mánuði þá er þetta skemmtilegt starffræðilegt vandamál. Það er til dæmis einlegin var að fara bara að kaupa 50.000 lottómiða fyrir 50.000 skall bara næsta dag og önnur leið væri að dreifa þessu yfir einhvern ákveðin tíma og hvað er sniðugt að gera sko. Og það er ekki alveg sama hvernig það er gert, eða það er sniðugt að velja miðan sjálfur eða það er sniðugt að láta tölvu velja eða hvað er sko. Þannig að það eru alveg skemmtileg staðfélag viðfangsefni sko. Já, það var alltaf eitt dæmi sem þú tókst, það er sko af ef þú spilar lottó fyrir rekstrakostnað bíls. Já, nú tökum við dæmi sko íslenska lottó, það er það sem við þekkjum sem er 40 tölur og við erum 5, 6, 5 þá er það þannig að líkurnar á að vinna lottónu eru tildarlega litlar, þar eru einn á móti sko 680.000 minnum mig, það sem aðal vinningurinn er, þannig að þetta er ekki stjartfræðilega litla líkur, ég meina ef að allir Íslendingar myndu sko kaupa 2 miða þá myndi einhver svona vinna að jafnaði. Og það er einmitt eins og hefur komið inn á sko, það vinnur alltaf einhver tíma. Það vinnur alltaf einhver tíma. Það er bara mjög líkur á það sért þú. Það er bara mjög líkur á það sért þú. En líkurnar samt eru ekki sko ef við bara tek dæmi að því að ef maður myndi spila fyrir sko rekstrakostnað bíls, það segja svona sem FIB segir að kostar eitthvað bíl sem er bil 1, eitthvað á ári. Segjum 1,2 bara 200.000 kall á mánuði, þannig að maður myndi kaupa lottómiða fyrir 25.000 krónur í hverju viku sem er sko þetta mjög mikið en það er samt ekki eitthvað sem er algjörlega út úr kortinu, það er örugglega ýmis áhagamál sem fólk eyðir í svona svipaði að ýmis iðja ef við getum sagt það svo. Þá eru líkurnar á því að ef þú spilar í 50 ár þá eru líkurnar á að þú vinnir aðalvinning einhvern tímann, þær eru þá orðnar helmingur. Þannig að það er alveg eitthvað sem sko getur alveg gerst og þess vegna er svolítið sko og þetta er það þeir sem spila lottó mikið sem eru líklega til að vinna, þess vegna var svolítið svona fyndið sko þegar menn það hafa verið svona einhver tryggingaauglýsingar sem fólk sagt að það var einhver kona sem vann lottónu 2 og líkurnar á því eru og svo komnar eitthvað mjög litla líkur en það er þetta aftur mjög mikla líkur á að einhver vinni lottó 2 og það eru náttúrulega að því að þeir sem spila lottó oft mjög mikið sko. En einmitt svona bori aðeins inn í tölurnar með þetta að spila, ef þú spilar fyrir 25.000 krónur á viku í lottó í 50 ár þá á 50 árum setur þú 60 milljónir
í lottómiða. Einmitt. Það eru ótrúlega miklu pening. Já, það eru mjög miklu peningar. Já, sem þú, og á sko, á ekkert, ef við tökum bara svona baseline sem er ágætt að nota, sem er það að setja þessa peninga frekar bara í svona vísitölusjóð eða kauphallasjóð í Bandaríkjurum, S&P 500 eða Vanguard-sjóð með 7% ávöxtun, þá er sko vænt arðsemi af þessu, hún er ekki mikil, en þetta er bara þá væri þetta mjög dýrt áhugamál í rauninni. Já, og svo náttúrulega þetta, ef þú vinnur, þá er þetta, grunnvinningurinn í meðalviku, eða svona miðgildi, er kannski kringum 10 milljónir, þannig að þú ert þá ekki að fá... Þú ert ekki að garantera að vinna stærsta vinningin. Nei. Heldur einhvers staðar á bilinu 10 til eitthvað. Já, 10 til, með mestu vinning kannski kringum 100, sko, þannig að maður sér það alveg að fjárfestingin er ekki góð, en rökið sem fólk að nota sem gerir þetta, mann er að sko einhvern veginn ánægðin að því að vinna og það breytir lífi fólks einhvern leiti, þú getur þá kannski greitt mjög mikið inn í húsnæðislánið þitt og átt á töluvera fjármuni, að það sé það sem einhvern veginn dreifir fólki yfir og það munur ekki þessar litlu tölur, sko. En segja, mér myndi munum 25.000 á viku. Ég sé þú hefur mjög mikla áhyggjur þessu, því þú ert sko búin að fá starffræðing í þátt sem er svona almannaþjónusta til þess að kenna fólki að vera ekkert að eyða peningu í vitleysu, og svo kemur starffræðing og segir bara kannski bara lægi sem þetta sé ágætis hugsanæfing alltaf. Þetta er ágætis hugsanæfing. Nei, sko, en það er til dæmis að því að það er, svo ég kannski aðeins reyni að andmæla þessari klísjum, þetta sé bara skattur á fólk sem kann ekki starffræði, það hefur mjög séð og ég hef skoðað það að þrátt fyrir alltaf haga fólk sé með dálítið rökréttum hætti í lottóspilun. Til dæmis að því að ef maður ætlar að vinna lottóvinning, þá er alltaf best að hann sé sem hæstur. Það er eðlilegt og það er kannski 2-faldur, 3-faldur, 4-faldur, 5-faldur. Það er vinningar sem maður vill vinna, klárlega, og það er mjög mikill munur á því að kaupa happdrættismiða, það sem, að því að miðin kostar alltaf sama, kostar alltaf 130 krónur og það er mjög mikill munur hvort sé að kaupa líkur á því að vinna 10 milljónir eða 100 milljónir og maður sér það að í venjulegur viku sýnist mér sko að því að svo við förum á törðnar, þá held ég að 45% af rauninni verðin við rauðina fer í vinninga, hitt fer í rauninni bara í góð málefni og yfirbyggingu lottósins. Og af þeim tölum af því þá fer sko 57% í aðalvinning, stærsti hlutin satt fer í aðalvinning. Það er cirka kannski 1/4 af þessum 130 krónum sem fer í það að byggja upp aðalvinning. Nú ef enginn vinnur eina vikuna, þá færist sá peningi fyrir næstu viku. Og maður hefur tekið eftir að sko fyrstu vikuna sem vinningurinn oftast í kringum 10 milljónir og í næstu viku er þá 20 milljónir því að það er svona uppæðið sem einhvern veginn fólk er að spila fyrir þá vikuna. Í vikunni þar á eftir, og þetta gerist mjög kerfisbundið þá eykst potturinn 15 milljónir, þannig að það er þá 50% fleiri sem spila leið á potturinn orðin tvöfaldur og í vikunni þar á eftir er það kannski komið upp í eitthvað 18-20 meðaldali, síðan 25 og síðan þú ert komin í 5-falda, 6-falda vinning, þá vex hann kannski 40, jafnvel meira milljónir, þannig að þá ertu sem því að þú ert með 4 sinnum fleiri sem spila þegar að vinningurinn er komin upp í nálgast kannski 70-80 milljónir og þetta er mjög rökrétt hegðun ef þú ert að taka ákvörðun að taka þátt í þessum leik yfir höfuð. Sko. Heldur að fólk fari í þessa hugsanæfingu eða heldur þetta gerir það bara af með maganum? Sko, greinilega að því að mér sýnist allavega að vera reglan vera það mikil og þetta er þetta bara snýst það að væntanlega lottó og auglýsa nú er vinningur 2-3-faldur til að fá fólk til að spila en það virðist sem ég gæti jafnvel ímyndað mér að séu eitthvað svolítið mikið fólki sem hefur bara ákveðið eða tekur ákvörðun það að spila í lottónu þegar vinningur þá svona 3-faldur 4-faldur þannig að ég svona allavega tölurnar benda til þess að þessi hegðun sé bara nokkuð rökrétt og ég meina ef maður skoðar svona líkurnar þá eru náttúrulega ef ég tek dæmi sko fældi ég upp af þess ástæð þegar aðalvíku var í kringum 114 milljónir þá reiknast mér sko að þeir sem tóku þá vikuna hafi greitt minna fyrir miðana heldur en þeir vinningar sem greittir út. Þannig að innan einhverja gæsalpa má segja að akkurat þá einu viku þá hafa, ef við lítum að þetta fólk sem fjárfesta, þá hafa þeir fengið peningarna slípa baka, en auðvitað hefði það líka geta farið þannig að aðvinningun hefði ekki gengið út og þá hefði það ekki orðið
þannig sko. Og það lá sennilega ekki fyrir þegar miðið var keyptur. Það lá auðvitað ekki fyrir þegar miðið var keyptur Hvernig þetta var, þannig að þetta er... En það kemur fyrir að vinningandi sem eru greittir út eru þá meiri heldur en peningandi sem kom inn þá vikuna, en þá eru minn auðvitað bara greiða út vinninga sem hefur verið lagt inn á fyrir vikuna þar undan sko. En svo er svo áhugavert í þessu að og það er kannski erfitt að setja starffræðingin í einhver svona sálfræðipælingar. Já. Ég gera það samt. að fólk sem kaupir í lottó það er að taka rosalega mikla áhættu með peningana sína. Ef við lítum á það sem sko, ef við lítum ekki á þetta sem sko, það að taka þátt í einhverjum leik, heldur ráðstöfun á peningum. Og sama fólk myndi kannski ekki taka sénsinn á því að kaupa hlutabréf. Nei, veit. Það er svona áhugaverð stúdía af því það er nánast garanterað að þú vinnir ekki í lottó. Já. En það er nánast garanterað að fjárfestingin sem þú setur í einmitt annarkvæmt bara eitthvað félag eða inn á banka, 100% líkur ef þú setur eða nánast, þú setur inn á banka en ef þú kaupir í hlutabréfum sem aukast kannski verulega í virði, það metur þú sem meiri áhættu, of mikla áhættu. Það er eins og það séu sko, svona sikkvort heilakvilið eða sikkvort sko, rökstöðin eða hvað er í gangi á hverjum tíma. En þú segir sko mikil áhætta sko, og jú, ef þú getur sko, það er vissulega, ég meina að segja ég myndi kaupa lottó fyrir 100.000, það er náttúrulega alltaf hægt að ímynda sér þetta meira áhættu af því að þú veist það er bara mjög líklegt að það fyrir upp, það er langmest líkurnar að maður fá ekkert að þetta tilbaka. En þess að kannski þetta er innan gæslega kostur og þú hefur svolítið mikla stjórn á umfanginu á því sem þú eyðir sko. Það er ég meina öfugt við til dæmis sko, ég meina þú getur ákvað að kaupa lottó með það fyrir 130 krónur, þú getur ákvað að kaupa hann fyrir 1000 krónur. Kannski er það einhver leyti svipað með hlutabréf en ég held að þeir sem eru að fara í þær pælingar eru kannski að oftast með einhver aðeins aðra upphæðir í huga og ég veit ekki, ég á engin hlutabréf og hefur reynda tekið svona pingu bara meðvita ákvörðunum það stöðunni, bara meðan maður er í pólitík þá vil maður ekki eiga í neinum sko flóknari fjármála einingum heldur en bara sparireikningi og húsnæði kannski. Þannig að það er svona bara pólitísk afstæð sem ég hef tekið en ég veit ekki, ég er eins og segi sko, ef að fólk lítur á þetta sem bara einhverja ákveðna afþreyingu og leið til þess að styrkja góða málstað sko, þá raunar ekkert endilega eins og það sé versta happrættil til að taka þátt í, svo það sé líka það held að sé bara, sko, það er ágætt að gera þann svona setja stjórnum við það eða fyrirvara að þegar ef fólk lítur á þetta sem slíkt og er bara meðvitað um það bara vænt ávöxtun er engin. Ég ætla ekki vænt af vinnis, ég ætla bara að taka þátt í þessu að því mér finnst það gaman. Þá erum við kannski komin í svona annað samtali. Af því að ef við tökum síðan og reynum að vera samgætingar sérstaklega þá lottó svona leikja og íslenska lottó sérstaklega, þá eru þetta ef við berum saman við mjög marga aðra mörg önnur fjárhættuspil, þetta er fjárhættuspil bara hvort sem það er bara þannig það til dæmis eins og segi þá rennur ágóðun til góðra málefna sem virðist vera svona á Íslandi allavega svona ákveðin svona óskrifu regla. Þetta er íþróttafélög og háskólabyggingar og þannig að það er mjög lítið og það er ekki eins og reynt mikið að fara í það að gefa út einhver engaðali fara að gefa út skafmiða. Það myndi örugglega bara vera engi stemning fyrir því, það myndi vera bara svona hvort sem einhver kæmist í gegnum með lagalegum klækjum eða ekki, þá myndi bara enginn vera með áhuga á því að taka þátt í slíkur, held ég. Þannig að það er eitt kostur. Síðan þetta leikurinn er alveg örugglega ekki ríkt, það er engin skekk í honum, það er ekki þannig að úrslitin séu þekkt fyrirfram sem gæti kannski stundum verið hægt í sumum íþrótta leikjum og þetta skapar ekki menn það er verið að tala um það að þegar þú ert með íþróttaveðmála sem kannski fólk er að veðja á leiki í yngri flokkum, þá getur það skapa kannski óðurlegan þrýsting á kannski áhugamenn og unga krakka þannig að það er ekki einhver slíku til að finna og svo vitum við líka að lottóið er ekki sérstaklega ávanabindandi fjárhættuspil samanborið við mörg önnur því að þú hefur mikla stjórn á neyslunni, ef við bara notum þetta sem svona vægt eiturlyf sem það að einhver liti er og sem sagt
að því að það þekkti ég sem kannski ávana fræðum að það hver ávanabindandi einhver hegðun tengist mjög mikið hver hröð svona endurgjöfin hver ræða gleði þú færð, þannig að eins og með eiturlyf sem fólk kannski innbyrðið með að borða að drekka, þau eru ekki ávanabindandi og fíknefni sem fólk reykir eða hvað þá sprauta sem koma samstundis. Þannig að, og það svipað með fjárhættuspil að fjárhættuspil þar sem fólk á netinu og fær sko peningin strax bara næstu sekundunni eða í gegnum meira spilakassa, þau eru miklu meira ávanabindandi heldur en einhver happandismið sem þú kaupir og svo kemur vinningurinn bara 5 dögum síðar eða ekki. Það þannig að það svona kannski líka inn að gespla einhver kostur við lottó kannski umfram önnur fjárhættuspil, en aftur þá ég stundum alltaf að það fyrir bara þetta er leikur sem að meðaltali tapar alltaf á en og þetta ekki fjárfesting en það smá svona, þetta kannski ekki besta fjárhættuspil til að stunda. Og þarna kemur líka inn á inn í þessu og þetta verður svona gegnum gangandi kannski í mannlegri hegðun og mannlegri hugsun, þetta að vanmeta líklega hluti en ofmeta ólíklega hluti. Eins og óttin við flugslys er miklu meiri heldur en óttin við bílslys. Það er einhverju leiti líkindafræðilega það kannski eða órökrétt. Já, það er það kannski og en það hafa nú samt sumur þetta velti fyrir sér hvort að það er stundum þetta þannig að við heldur við vitum ekki droslega vel hvað líkindin eru, og nú ég farin ekki aðeins að endur svona Nassim Taleb stundum að segja, honum finnst sem fræðimenn þeir stundum tala aðeins svo mikið hroka hvað ákvörðun almenningur tekur og til dæmis og þá kannski tekið dæmi upphafi þessa faraldurs að menn einhvern veginn sumir fannst þess að fólk talaði mjög mikið líkurnar á því að smittast og deyja raunin löngu áður en við höfðum haldbærar upplýsingar það og að því leiti þá getur maður ímyndað sér jaðarhegðun eins og að það er óþekktur sjúkdómur í gangi og þú bara ákveður að loka inni og tala engin mann hún kannski ekkert fullkomlega órökrétt þegar þú hefur ekki hugmynd hvort dánalíkurnar séu 1% eða 60 þannig að en það er vissulega svolítið þannig að það getur verið dálítið erfitt að meta líkur rétt og kemur upp svolítið skemmtilegt dæmi sem er orðið frægt á netinu það er tengist leiknum Minecraft sem er vinsælasti tölvuleikur heims og það hefur orðið svolítið vinsælt að undanförnum að speedrunnar að klára hann í strækt og hægt Akkurat. Og það er mjög stórt og fyrirferðar mikið mál sem tengist YouTuberunum Dream sem klára leikinn mjög hratt og svo fór fólk aðeins að setja spurningamerki við ákveðin atriði í því hvernig hann kláraði leikinn í svolítið með að á þess að klára leikinn sem raðast þarf maður ákveðnum tíma að henda gullstöngum í ákveðna verur og vonast þess að fá ákveðna hluti tilbaka frá þeim og líkurnar á því að þú fáir þann hlut eru í 4,7% í hvert skipti. Og svo fórum menn og skoðuðu vídjón hans á undan og eftir og komist að því að sem er einhver svona regla, þú þarft að birta 5 á undan og 5 á eftir eða eitthvað svona. Til þess að koma í veg fyrir að þú geti einhvern veginn einmitt hakkað svona þessar slembitölur, þá er krafa núna orðin að þú eiginlega þarft að streyma þessu og svo þegar þú skilur vídjónu þá það sína hlaupina undan og eftir. Og þá kom hann út, og nú er þetta bara svolítið eftir minni, að af 200 svona skiptum þá fekk hann kannski þá er þetta svona nær 40 sem hann 40-50 sem fekk, þannig líkurnar voru kannski vel yfir 20% og þá sem að líkurnar er 4% 20%, er það eitthvað er það eitthvað sem er svo ólíklegt getur maður hugsað sér, menn þetta getur alveg gerst, en þá fórum við að reikna út að og að mjög margar að því að teimi sem sér að reviewa þessi met, það laðist í rannsóknarvinnu og skilaði margra tuga blaðsina tölfræðiúttekt og komst að því að líkurnar á því að þetta myndi einhvern tímann þetta myndi gerast eru held í 1/117 milljörðum og og til viðbótar þá var annar svona sambarlegur atburður sem það sem þú drepur ákveðna skepnu og missir ákveðna hlut með svipum líkum og líkurnar voru jafn óhagstæðar þar, þannig að þegar þetta var þá margfaldar saman þá fékkstu
bara þannig líkur ef allt mangi myndi spila Minecraft einu sinni á sekundu, þetta gerast þetta einu sinni á sekundu í heila öld, þá væri samt gríðarlega ólíklegt að þessi aðstæð myndi einhvern tímann koma upp. Þannig að með þessu móti þá komast með að því þetta hlýti að vera einhvers konar svindl. Já. En þetta var þetta svindl? Hvernig var það? Komst? Já, það hefur sko YouTuberinn skilaði einhverju grein á móti. Já. En svona mitt, og nú er ég er ekki sérfræðingur í líkindafræði, en ef ég legg í raunin á vogaskála annars vegar rök þeirra sem hafa talað fyrir þetta sé svindl og þá tölur þess að þær byrjar baki og hans málsvörn sem er sko það sem einhver skrifaði sem vildi ekki koma fram undir nafni sko, þá rökin voru rauninni basically, þetta getur alveg gest sem er alveg satt, þetta getur alveg gest bara rosalega ólíklegt, þannig ég held að mér finnist sko rökin falla með þeim sem haldi fram þessi svind með mjög, að þau eru miklu þingri þeim einn, það er allavega mín svona skoðun hafandi skoða þetta mál allt og mikið en þetta er þetta svona, þetta gerist alveg og svindl í tölvuleikjum eru þetta mjög algeng núna, sérstaklega sem þetta orðið mjög stór bransi og þeir sem og svona það ná góðum tíma er bara þá vídeo sem margir horfa á og þú eflir þitt nafn og þitt vörumerki með því náðum árangri, þannig að þetta er svolítið skemmtilegt. En svona svindl þekkist þeim líka í lottóspilun og fjárhættuspilun. Það er nefnilega ótrúlegt sko, en það er hans ekki ótrúlegt en það er magnað hafi, og ég veit það hefur verið dæmi nú er ég ekki minn, en það kom upp dæmi í Bandaríkjunum þar sem rauninni starfsmæður sem sáum sko raun tölvukerfi í svona lottói, þar sem þetta var lottó sem var ekki þá dreigð út eins og er gert hér með lifandi kúlum sem ég hef notabene einu svona séð gert, það er magnað að sjá. Já, ok. Það er svona maður með hvíta hanska og svona kassi og fulltrúi sýslumanns og eitthvað, áhugavert að sjá. Já, það er skemmtilegt, það er náttúrulega það sem maður myndi, en þarna var atriði að tölvurnar voru dregnar í gegnum tölvu og hakki var það að þessi starfsmaður kom því þannig að ákveðinni viku þá var raunin random number generator, forritur sem velur tölurnar, það var hakkað með þeim vætti að það voru miklu færri möguleikar sem gætu komið upp, það segja það var líka random en fjöldi mögulegra úttalna var miklu minni og svo náttúrulega þetta hefbundi svona eins og í öllum svindlum, það var einhver að kaupa lottómiða sko, með huli fyrir andlit á bensinstöð og einhver leið til að fela slóð sína sko, en þetta komst nú upp fyrir rest, en auðvitað hlýtur maður að spyrja sig sko, að það er fjölmörg dæmi þess að svindl í hafræðum hafi verið framkvæmt og það hefur ekki komist upp sko. en þarna aftur sko myndi maður sjá, og ég veit að í þeim ríkjum það sem er mjög mikið fjárhættuspil svo Nevada í Bandaríkjunum og víða það sem þá er auðvitað mikil áhersla lögð á að þau séu þá þrátt fyrir allt sanngjörn, það sé að og ég veit til dæmis allir hafi sömu forsendur og viti líkur og allt viti líkur, og ég veit til dæmis sem að ég ímynda sér sko að í þeim löndum það sem það er vinsælt, það myndi kannski spilakassi með snertiskjá og einhverju tölvu inn í miðunni aldrei fljúa. Fólk myndi aldrei vilja sko, að því að þá hefur það svo sterka tilfinningu það sé bara tölvan sem einhvern veginn ræður hvernig vinningurinn kemur. Þetta er eins og þegar maður var yngri og hafði tíma til að spila tölvuleiki, þá held maður alltaf sko, maður held alltaf að tölvan væri að svindla því hún hefði einhvern hvata til að vinna, en það náttúrulega er kannski ekki þannig. Nei, það er ekki þannig sko, en talandi tölvuleiki, þá er svolítið að forvitla að tölvuleikir hafa orðið miklu auðveldar í gegnum tíðina. Það er að því að einmitt þess að nefni sko í manns frumbensku, þá var í rauninni kannski hefðbundin tölvuleikur, ef við bara tökum mitt frægasta tölvuleika í heimi sem heitir Super Mario Bros. Þeir sem eru kannski fljótastir í kringum 500 að klára en þú kannski verið marga klukkutíma í honum því hann er bara erfiður og leiðin til þess að ná, að því að það vill enginn sko kaupa eitthvað fyrir 5.000 krónur og hann er búinn að eftir 500 þannig leiðin fyrir á þeim tíma fyrir tölvuleiki fyrirtækin að láta fólk spila leiki lengi voru bara að gera það á erfiða. Já, það er nefnilega það var virðið tölvuleiki var hversu lengi þeir gátu haft ofana fyrir þér. Já, einmitt. En í dag þá eru kannski að ég spila nú tölvuleiki á og til líka,
þá kannski ert með sko kannski leik eins og Zelda-leikina sem ég held mikið upp á þú ert kannski 100 klukkutíma í þeim en þú ert ekki alltaf að deyja alls ekki, þú ert í raunin bara í frekar átt svona að jafnaði frekar svona áreynslulausla upplifun í gegnum það, þannig að þarna þurfa sko tölvuleikja framleiðendur að ráðast í það að búa til bara risastóran heim til þess að þú getur sko rauninni 1 tíma í honum en ekki að búa til bara mjög einfaldan leik sem ógeðslega erfur og þú eyðir bara tímanum þannig. Og maður hugsa sko, ég held að maður hefði í dag enga þolinmæði fyrir leikjum þar sem maður er stanslust að vera að berja maður niður og maður er alltaf að tapa. Örugglega ekki, það er ekkert gaman. Það er, ég meina, veist, ef maður hugsa sér sko, ég meina, business modelið þá dag voru líka spilakassar. Veist, það sem maður kannski var leikur sem sko maður setti í 50 kall og dókaskipti sko 30 sekundur. Það var svolítið brútal sko, en það myndi örugglega ekki flug í dag, það er annar kunnahópur. Já, nákvæmlega. En hvernig svona en maður má gerast svo nærgöngull sem ég reyndar hvernig þú nálgast fjármál sjálfur? Ertu mikið að pæla velta þessu fyrir? Þú ert í þannig starfi að fjármál eru bara hluti og fjármál á svona mjög stóran skala, borgarfjármál en bara þú sjálfur þitt heimili, þín fjölskylda eru þið með svona fjárhagsleg markmið og fjárhagsleg einhverja leiðir, einhverja reglur, einhver tricks, einhver tips? Sko ég í rauninni bara myndi segja frekar áhættu fælin og ragur í persónulegum fjármálum ef ég bara segi það beint út, veist, ég er nei og ég eins og ég sagði áður, ég er ekki mikið fyrir að fjárfesta í einhverjum fjármála gerningum maður rauninni bara hefur bara það markmið að leggja aðeins til hliðar í hverju mánuði og síðan svona að ég bý náttúrulega í búsettarréttar íbúð þannig að ég á ekki fasteign sjálfur en það verður kannski það er engin sko stefna kannski breytist það einhvern tímann en í rauninni þá myndi ég bara segja sko að ég hef einhvern veginn bara þá reglu að reyna að hafa bara fjármálin eins einföld og hægt er. Það er bara launareikningur og svo er sparnareikningur og that's about it sko. Ég píku kannski svolítið svo að Jerry Seinfeld sem var með fyndið sketsum þetta sem sagði sko ég er alltaf að fá fólk sko sem segir við mig að við ætlum að láta peningana að vinna fyrir þig sko og svo þegar maður búin að gera það og spyr býtu hvað eru peningmyndir já við þurftum að láta að fara sko þeir bara voru ekki nóg duglegir sko þeir voru bara reknir sko það er bara þannig á þess að ég sko tali fyrir því að fólk fjárfesta aldrei í neinu þá allavega bara er þetta einhvern veginn svona mín persónuleg nálgun og ég svona sé ekki fyrir að endur að það ég eftir að breytast mjög mikið og svo sagði það líka, hefur sagt það líka mér veist svona rauninni bara ekki upp á bara dót sem ég er að gera þá finnst mér þægilegt að þurfa ekki sko að taka að vera aldrei með vangaveltur hvort einhver ákvörðun sem maður tekur í pólitík komi inn á sko veist, einhver hlutabréf eða skuldabréf sem var á þannig að ég bara ætla að halda því. Já, ég held að það sé mjög heilbrigðasta og vonandi sem flestir taki hana. En eins og sko hvernig þú nálgast fjármál gagnvart börnunum þínum? Eru fjármál viðfangsefni? Já, ég hef sko trú á vasapinningum. Ég fekk vasapenninga þegar ég var krakki og mér finnst fólk er svona aðeins misjant með það sko. Mér finnst gott að vera að kenna krökkum á penninga með því að láta þau gera einhver verkefni og bara fá þá reglulega greiðslu fyrir. Mér finnst það bara einhvern veginn, þannig er lífið sko, þannig að mér finnst ágætt að kenna krökkum það svo, það með að hafa þroska til og á mínu heimili þá bara er tekið til einu sinni viku og það er einu það sem fólk þarf að standa skil á til þess að fá pening. Fyrst er svona þá get ég sagt skemmt að sögu sko að eitt sonur minn hann fattaði svona skemmtilegt trikk daginn þá tók hann til á sunnudaginn svo venjulega og svo sko ákvað hann að bara flytja út úr herberginu og bjó bara í þvottahúsinu í heila viku að því að hann bara fatta sko ef hann er ekkert í herberginu sínu þá er hann alltaf ekkert rastlegt til þar þannig að hann bara og fekk það bara hreint að ég vildi bara að herbergi vera hreint þannig að það var hreint auðvitað viku síðar því að hann hafði ekkert farin eitt inn í herbergið og gat þá innheimt sko vasabenningin bara með mjög litlum dyrkostnað. Þetta er alltaf ótrúlega vel. Ég er mjög stoltur af þessu, þarna finnst mér sko einhver bara að vera með sko hagræðinguna og
réttu kvatana sko. Ég þekki nú alveg önnur þannig dæmi, svona gaman þegar að ég veit dæmi þegar að krakki var sko látin ég var einu sinni með sko að kenna aukatíma til unglings sem fekk samt pening til að mæta í aukatíma hjá mér og til þess að þá ná starffræðiprófi og svo mætti hann 1-2 tíma og svo bara ákvað hann ég ætla bara að hýrða peningin og bara læra þetta og það bara gekk Já, þannig að peningarnir höfðu komið frá foreldurum eða forráðamann eða eitthvað svoleiðis og honum var bara að kaupa sér starffræðitíma sem hann svo bara sleppt og náði samt sko. En þannig ég svona hef alveg trú á vasapenningum sem uppeldistæki. Ég held að við séum komnir ansi langt með svona vangaveltur lottó og hattrætti allavega sinni, ekki nema að sé eitthvað sem við erum að brenna inni með. Nei, ég held ekki sko, eins og kannski maður bara segir, ég vona að ég sé ekki eins og segja, þetta svona ef að niðurst átt að vera eldri gegn lottóinu, þá fékkstu það kannski ekki alveg fyrir séum svona sömu blaðsíðu þetta er hræðileg leið til að ávaxta peningana sína en gæti verið, ef fólk lítur ekki á þetta sem slíkt, heldur bara sem áhugamál eða þáttöku einhverjum leik þá er þetta að horfa á alls konar kúríósur í þessu og þá myndi ég alltaf velja sko, ég myndi alltaf velja láta tölvu velja handóskent hvers vegna það? Bara vegna þess að fólk ekki mjög random sem því það að ef að þú sko velur einhverja tölu þá heldur bara ég ætla að velja afmælista fjölskyldu minnar og þá það náttúrulega tölur sem eru líklega til að vera sko minni 30 og það líklegra að sko aðrir sé líka með svipa kerfi. Því fólk fæðist á sömu dögum. Fólk fæðist á sömu dögum og til dæmis ég hef þá tilgáttu ef að það myndi svo ólíklega gera sem líka 1.680.000 að tölurnar 1, 2, 3, 4, 5 myndi einhvern tímann koma upp sem aðaltölur lottunu, þá held ég að sko bara 2 manna myndi skipta með sér þeim vinningi. Af því að það eru mjög margir sem eru að hugsa ég ætla að gera eitthvað rosa sniðugt sem engin annar mun dett í hug. Nei. En það gera það mjög margir. Ef þér dettur eitthvað í hug, þá dettur einhverjum öðru það í hug. Algjörlega, algengustu pinnúmerin og lykilorðin eru 000 og 144 sko. Og password sko. Þannig að ég myndi alltaf frekar að láta tölvu velja því þá ertu líklegri til þess að sneiða fram hjá tölvu sem einhver annar velur. Þetta sé, ef fólk ætlar að taka þennan leik aðeins svona einu skrefi herra, þá þetta ágætt að taka ekki 1, 2, 3, 4, 5. Já, þannig að það sittur eftir. Já, heyrðu, takk kærlega fyrir komuna, Pavel, það var ótrúlega gaman að spjalla við þig og bara gaman að fá svona smá vangaveltur akkurat þetta. Takk svo mjög. Og ef þú kæri hlustandi hafðir ánægju eða gagnað þessu spjalli, þá máttu endilega benda vinum þínum og fjölskyldu og hlusta á leitina að peningunum. Og ef þú laumar á áhugaverðri sögu heimilisfjármál, vilt spyrja spurninga eða benda á góðan viðmælanda, máttu endilega hafa samband á Facebook síðunni leitina að peningunum. Takk fyrir að hlusta.